Amen. Amen, þá skulum við bara koma okkur þægilega fyrir. Draga djúpt inn andann og loka augunum. Ég legg þessa hugleiðslubæn í þínar hendur, Drottinn. Í Jesú nafni beygjum við okkur undir þína sterku hönd. Við veljum að deyja gagnvart sjálfinu og taka upp okkar kross og fylgja þér í Jesús. Verði þinn vilji og ég bið þig heilagur andi, algjörlega fullkomlega velkomin. Og ég bið þig að starfa samkvæmt þínum vilja hér í kvöld. Við ætlum að byrja á því að fara með litla bæn sem er kölluð frelsisbænin. Þar sem við tökum á móti, veljum að taka á móti Jesú og gera hann okkar leiðtoga. Góði Guð, kæri Jesús, ég trúi því að þú sért Guð. Ég trúi því að þú lifir í dag. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að þú sendir orð þitt inn í hjarta mitt núna. Og ég opna hjarta mitt fyrir þér, Jesús. Og ég hleypi þér inn í hjartað. Ég hleypi þér, Jesús, inn í hugafari mitt. Og ég þakka þér fyrir að þú hefur fyrirgefið syndir mínar. Ég þakka þér fyrir að þú hefur endurfætt anda minn. Og ég vel að lifa í þínu ríki, í þínu ljósi og í þínum kærleika alla eilífð. Og ég trúi því í hjartanu mínu að ég er þín dóttir, þinn sonur. Og ég tilheyri konungsfjölskyldunni þinni. Og ég þakka þér, Jesús, þegar þú gafst líf þitt á krossinum fyrir mína sál, að þá iðraðistu fyrir mína hönd. Og ég tek við þinni iðrun inn í hjarta mitt núna. Og ég gef þér mína iðrun. Iðrun fyrir öll þau skipti sem ég sneri hjarta mínu frá þér. Iðrun fyrir öll þau skipti sem ég var að tilbiðja eða treysta á eitthvað annað eða einhvern annan en þig. Og ég elska þig. Og ég trúi því að þú ert faðir minn á himnum. Þú hefur bjargað mér frá dauðanum. Og þú elskar mig með ævarandi elsku þinni. Nákvæmlega eins og ég er. Og ég tek við fyrirgefningu þinni inn í hjarta mitt núna. Og ég vel að fyrirgefa sjálfum mér og öllum öðrum og öllu frá upphafi.
Og ég bið þig, heilagur andi, að setja hungur og þorsta inn í hjarta mitt eftir orðið þínu. Ég þakka þér fyrir að þú gefur mér nýja trú, nýjan vana inn í hjarta mitt, sem að lesa í Biblíunni daglega. Og ég þakka þér fyrir að þú gefur mér opinberanir. Þú gefur mér stórkostlega djúp visku Guðs og speki Guðs inn í hjarta mitt núna. Ég vil þekkja þig betur, Jesús. Ég vil nánara samband og samfélag við þig. Og ég tek við orðinu þínu núna inn í hjarta mitt, inn í sál mína, inn í hugan minn, inn í líkamann og hverja einustu frumu, beinin, sinarnar og líffærin. Fylltu mig á orðið þínu núna, í Jesú nafni. Og meðan að Guð er að svona marinera hjarta ykkar í orðinu sínu, þá langar mér bara til þess að biðja heilagan anda að biðja fyrir ykkur. Ég þakka þér, Faðir, að þú sendir orð þitt og þú læknar. Í Jesú nafni þá hasta ég á alla þreytu, ég hasta á alla bögun og ég hasta á alla kulnun og ég tala eld Guðs inn í hjartað. Og ég tala kraft Guðs inn í hjartað og Guð segir þú þarft aldrei að vera þreytt eða þreyttur af því að ég er þinn kraftur. Guð er krafturinn þinn. Og ég þakka þér fyrir að þú bara fyllir á og hleður öll batteríin og öll varabatteríin núna og það er bara full orka. Það er fullu kraftur. Og ég tala það út í Jesú nafni, þú hefur næga orku og nægan kraft til að gera allt sem þú vilt og miklu meira. Í Jesú nafni þá hasta ég á allt myrkur sem hefur komið gegn svefninum þínum og það er oft þetta ofvirka, þráhyggjukennda, áráttu hugafar eða ofhugsanir í Jesú nafni, ég rek það út núna. Og ég lýsi því yfir að hver einasta hugsun í þínu hugafari er hertekinn til hlýðni við Krist. Hugur þinn er fullur af friði Guðs. Hugur þinn er fullur af ró Guðs. Hugur þinn er fullur af krafti Guðs. Hugur þinn er fullur af kærleika Guðs. Og hugur þinn er fullur af ljósi Guðs. Hver einasta hugsun er upplýst af Jesú Kristi sjálfu. Og það er trú. Og það er von. Og það er heilbrigði sem að fyllir hugafarið þitt núna. Og Guð er að hreinsa burt eitthvað svona myrkur af augunum sem hefur gert það að verkum að þú hefur séð sjálfan þig í einhverju neikvæðu skökku ljósi og Guð segir sjáðu þig eins og ert sem fallegt, blessað, stórkostlegt barn Guðs almáttugs sjálfs. Þú ert ekki veik, geðja eða aum eða aumur. Þú ert hermaður Krists. Þú ert sonur, þú ert dóttir Guðs almáttugs, hluti af konungsfjölskyldu hans. Og sem slíkur ertu dýrmætur og dýrmæt.
Þú ert verðmætur og verðmæt. Og þín sál dýrmætari heldur en allt heimsins gull og demantar og gersemar. Og ég bara finna hendi Guðs að lækna núna virðið þitt, sjálfsvirðið þitt. Og Guð segir að þú ert elskuð, að þú ert elskaður. Og þú mátt bara leggjast í faðm föðurins á himnum og hvílast þar. Og hvíld Guðs fyllir hjarta ykkar núna. Og hvíld Guðs svona yfirnáttúruleg, stórkostleg, svona kraftur, máttur sem bara eyðir allri þreytu og allri streitu. Og það kemur endurnýjun og nýtt líf inn í hverja frumu í líkamanninum. Og ég bara finn núna að hjarta þitt, hugsanir þínar og það sem þú trúir, að það bara að fara inn í orð Guðs. Það fer svona saman og verður eitt. Og Guð bara endurstilla hjartað þitt, þannig að það sé algjörlega stillt á hans orð. Og í Jesú nafni þakka ég fyrir, Faðir, að þú ert að gefa okkur skilning á orðinu þínu. Þú ert að gefa okkur opinberun svo við megum skilja það sem við erum að lesa. Og það kemur svona upp í hugan svona einhverjar að glíma við svona þráhyggjukenndar, áráttuhugsanir. Og Guð bara hastar á hann hjá Guð núna og fókusinn fyrir aftur á hann, aftur á Guð. Settu fókusinn á Guð. Leið og byrja að finna fyrir neikvæðum eða þráhyggju eða áráttuhugsunum, bara fyrirgefa þeim, setja fókusinn á föðurinn. Setja fókusinn á Jesús. Bara byrja að segja í huganinum Jesús, 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 aftur og aftur og aftur, Jesús, Jesús, Jesús. Og það mun þakka niður í þessum þráhyggju áráttuhugsunum strax. Af því að það er vald og kraftur og ljós sem fylgir nafninu Jesús. Og þannig er þetta að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krist. Og orð Guðs er að smjúga inn í innstu fylgsni sálar, anda, líkama, huga, inn í beinin, inn í mergin, inn í hvert atóm í líkamanninum, hjartaniðinu og sálinniðinu. Og ég lýsi því yfir í Jesú nafni að alla næsta mánuð myndu lesa daglega í orði Guðs. Og þú mynd finna stórkostlega umbreytingu og létti og lækningu og þú mynd upplifa tákn og undur og kraftaverk. Þú ert eftir að upplifa að þú ert eftir að upplifa Guð á nýjan hátt sem mun vekja svona undrun og stórkostlegheit innra með þér. Og það kemur ný trúin í hjartað núna sem segir eitthvað stórkostlegt er að fara að gerast. Eitthvað gott er að fara að gerast. Eitthvað undravert er að fara að gerast. Eitthvað skemmtilegt og fyndið er að fara að gerast. Og það bara blossar upp svona tilhlökkun og gleði innan með þér.
Í Jesú nafni þá tala ég blessun inn í hjarta þetta og yfir lífið þitt. Ég tala blessun yfir alla þína fjölskyldu, alla þína afkomendur, alla þá sem að tengjast þér, frængur og frændi. Ég tala blessun yfir alla ættina þína í Jesú nafni. Ég tala lækningu Guðs. Í Jesú nafni þá brýt ég öll bönd. Ég hasta á allt myrkur og ég hasta á alla bölvanir. Ég hasta á öll álög og ég tala blessun Guðs í staðinn. Ég tala orð Guðs og lækningu Guðs í staðinn. Og ég, með ljósi Jesú Krist, lýsi ég upp alla krók og kima í hjartaneðinu, í lífineðinu, í allri fjölskylduneðinu. Og ég lýsi því yfir að Guð að sameina í fjölskyldum hér í kvöld. Guð að sameina, lækna tengingar. En hann líka að sníða af það sem að þjónar ekki þínum hagsmunum. Það sem að skaða, hann sníðir það af núna og það hverfur og þú sleppir. Hann leirkera smiðurinn og hann að móta þig núna í höndum sér. Og þú segir í hjartanu, ég gefst upp fyrir þér, Faðir. Ég gef allt upp til þín núna. Ég ætla að hætta að reyna að stýra og stjórna. Og ég gef þér stýrið. Og ég bara sest inn í Jesú bílinn og ætla bara að vera í þinni nærveru og hlusta þig, Jesús, og gera það sem þú segir mér að gera. Og ef það er núna einhver lítil bæn, það er eitthvað sem þú þráir eða eitthvað sem þú vilt biðja föðurinn um, það máttu gera það núna í hjartaniðinu, í huganiðinu, bara einlaga litla bæn, hvað sem er. Og þakka honum fyrir í leiðinni. Svo er ein bæn sem kemur upp í hjarta mitt sem ég langar til að biðja fyrir ykkur áður en við komum tilbaka, því að þegar Jesús bað fyrir lærisveinum sínum þá bað hann fyrir trú þeirra. Og mér finnst það svo ofboðslega falleg og mikilvæg bæn að biðja fyrir ekki bara okkar eigin trú, heldur líka fyrir trú annara og trú þeirra sem er í kringum okkur. Og þegar við erum að biðja fyrir fólki, að biðja líka fyrir trú þeirra. Heilagur Andi, Faðir á himnum, ég biðji núna að snerta hjarta hvers og eins hér í kvöld.
Og ég bið að auka trú þeirra. Ég bið að gefa þeim nýja trú sem blessun frá þér og skipta út allri vantrú fyrir trú. Í Jesú nafni. Og ég bið að trú þeirra standist. Amen. Amen.